Ég heiti Helga Sigrún og ég er lífeindafræðingur og vinn á meinafræðideildinni á Landspítalanum. Ég heiti Heiða og starfa sem talmeinafræðingur á Landspítalanum. Ég heiti Gunnar Pétursson, ég er bráðahjúkrunarfræðingur á Slysadeild Fossvogi. Ég heiti Viktoría og er kandídat á Landspítalanum. Ég heiti Hafdís Guðnadóttir, ég er ljósmóðir á fæðingarvaktinni. Ég heiti Vilhjálmur og er sjúkraþjálfari. Ég heiti Sara Gröndal, starfa sem sjúkraliði á líknardeildinni í Kópavogi. Ég heiti Björk Baldsdóttir og ég er geislafræðingur hérna á röntgendeildinni í Fossvogi. Ég heiti Anna Margrét og ég er hjúkrunarfræðinemi á Landspítalanum. Ég er að vinna á dagdeild skurðlækninga. Lífeindafræðingar vinna á rannsóknarstofum á spítalanum og sinna ýmsum rannsóknarstörfum. Hérna á meinafræðideildinni vinnum við með vefjasýni og frumusýni og vinnum þau til þess að sé hægt að skoða sýnin í smásjá og greina ýmsa sjúkdóma og hvort sé eitthvað það sé að fólki. Starf talmeinafræðingsins er ótrúlega fjölbreytt. Við sinnum öllum sem að koma í endurhæfingu eftir heilablóðfall til dæmis, fólki með kyngingarerfiðleika, raddvandamál, við höfum verið að sinna fólki sem að greinast með krabbamein í höfði og hálsi, börnum. Mitt starf felst í því að taka á móti, forgangsraða og veita meðferð bráðveikum sjúklingum og bráðslösum einstaklingum. Kandídat er svona fyrsta árið eftir útskrift, heilt ár þar sem við tökum nokkra mánuði af mismunandi deildum og núna er ég á Barnaspítalanum í 2 mánuði. Heita krakka yfirleitt á bráðamóttökunni. Og mín störf felast í því að annast konur í fæðingu. Þannig að bara við tökum á móti þeim þegar fæðingin byrjar og tökum síðan á móti barninu og önnumst konuna og barnið í svona 2-3 tíma eftir fæðingu þangað til að fer niður á sængurlegudeildina. Starfið mitt felst í endurhæfingu sjúklinga eftir aðgerðir og vegna annarra innlagna hérna á spítalanum. Starfið mitt felst helst í umönnun krabbameinssjúklinga. Starfið felst í alls konar myndatökum og rannsóknum. Við erum að mynda allt frá brotum eftir trampólíslys eða svona telvisneiðmyndir á kvið út af kviðverkjum. Það fer allt bara frá því hvað að vera aðtöða. Stundum gefum við skuggaefni og þá vera aðtöða eitthvað betur. Vera að sjá æðarnar og líffærin betur. Við tökum á móti sjúklingum fyrir aðgerðir og undirbúum þær, undirbúum sjúklinga fyrir aðgerð og mælum hjá lífsmörk og gefum forlyfjagjafir og tökum á móti sjúklingum eftir aðgerðir, eftir dagaðgerðir. Ég valdi þetta nám af því mér fannst spennandi að vinna í heilbrigðisgeiranum og hef mikinn áhuga á mannslíkamanum og öllu sem því tengist. Ég valdi talmeinafræði af því að ég hef alltaf verið alltaf gaman að því að vinna með fólki og er leikskólakennari í grunninn sjálf og hafði alltaf huga á að starfa sem talmeinafræðingur með börnum og talmeinafræðin býður bara upp á svo ótrúlega margt og mér fannst það svo spennandi að bæta ofan á leikskólakennaranámi að ég bara sló til þegar ég var farið að kenna það hér. Ég valdi hjúkrunarfræði á sínu tíma af því að mér langaði til að vinna með fólk í bara bestu og verstu mómentum lífs þeirra og mér fannst þetta alltaf heillandi að fara í bráðageira. Það einhvern veginn togaði í mig bara frá upphafi. Þetta getur farið frá því að vera bara svona þægileg vakt upp í það að vera alveg snarvitlaust, mjög mikið að gera. Þú ert að beita öllum þínum athyglisgáfum og allir þínir bara þekkingu og klínískri getu í að vinna sem best þannig að sjúklingurinn fái sem besta meðferð og útkoman verði bara eins góð og hægt er. Ég valdi læknisfræði af því að þegar ég var yngri þá hafði ég alltaf mjög mikinn áhuga á alls konar meiðslum í rauninni og svona sjúkdómum held ég bara. Mér fannst gaman þegar það var eitthvað svona þegar einhver meiddi sig og var blóð og það og svo held ég að bara stefna á því bara í grunnskóla strax kannski svona í 10. bekk og svo í menntaskóla. Ég ákvað að vera ljósmóðir bara þegar ég var unglingur og hugmyndin kviknaði eiginlega þegar ég var upp í sveit og sá fólald fæðast og mér fannst það svo rosalega heillandi og merkilegt og æðislegt og svo fattaði ég bara á unglingsárunum að ég gæti orðið ljósmóðir og tekið á móti börnum og frá því þá bara hef ég alltaf stefnt að ég verða ljósmóðir. Ég valdi sjúkraþjálfun af því að mér finnst það svona gefandi starf sem felur í sér kannski krefjandi starfsumhverfi og
fjölbreyttar aðstæður? Ég fór á sjúkraleiðabrautina af því að mér langaði að fara í eitthvað verklegt og fann sjúkraleiðin mjög áhugaverður. Maður fer á marga staði og fjölbreytt. Ég valdi geislafræði bara eiginlega þegar ég vissi að ég hefði áhuga á einhverju í heilbrigðisstarfunum og ég var bara forvitin hvað þetta snerist og svo bara var ég mjög hrifin af þessu og hélst áfram í náminu og námið var bara mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Ég valdi hjúkrunarfræði vegna þess að mér finnst gaman að vinna með fólk og mér finnst bara anatómían skemmtileg og lyfin og lyfjafræðin og gaman að vinna með fólki. Hérna á Barnaspítalanum er ég að hitta yfirleitt krakkar sem koma bráðamóttökuna og eru yfirleitt nýlega veikir, annarkvort eru að koma frá heilsugæslunni eða bara foreldrar koma með þeim. Og svo erum við líka upp á dagdeild þar sem krakkar eru að koma í lyfjagjöf en eru ekki að leggjast inn. Og svo er líka barnadeildin þar sem krakkar eru veikir og eru að liggja inn í einhverja daga, stundum í meðferð eða eftir aðgerðir eða svoleiðis. Ég hitti öll börn sem fæðast með skarð í góma vör, alla fyrirbura sé ég, öll börn sem eru með fæðintökuvandamál eða eitthvað svoleiðis erfiðleika og á barna- og unglingageðdeildinni hitti ég krakka sem eru með bara málþroskavanda og ýmiss konar vanda. Námið er 3 ára BS-nám og 4. árið er þá diplómanám til starfsréttinda. Þá er maður orðinn lífeindafræðingur. Námið er 2 ár á meistarastigi. Margir þurfa að taka undirbúningsnám í 1 ár áður en þeir geta sótt að fara í meistaranámið. Ég tók 4 ár í BS gráðu hérna á Íslandi og þar kynntist maður flestum sérsviðum innan hjúkrunar- og læknisfræði og róteraði út allan spítala og fór með sér til Palestínu á sínum tíma að vinna í hjálparstarf. Og svo 2 árum eftir að ég útskrifaðist, 2012, þá ákvað ég að fara til Sydney í Ástralíu, tók þar meistaranámið mitt. Námið er mjög skemmtilegt en krefjandi. Ég lærði í Ungverjalandi, í Debrecen og það var mjög skemmtilegt en þess öðruvísi í nýju landi og svona. Og maður þarf að vinna mjög hart sjálfur, það er enginn sem er að passa upp á þig, þannig að maður þarf bara að vera samviskusamur og vinna vel. En þetta gengur yfirleitt alltaf mjög vel og maður er mjög ánægður svona í lokin þegar þetta klárast. Námið er bara mjög skemmtilegt og krefjandi. Þetta er lítill hópur, við erum bara 10 nemendur saman í bekk. Þannig að það er svona mikið samstarf og samvinna og hópurinn verður mjög þéttur. Og þetta er náttúrulega maður að læra það sem maður hefur mikinn áhuga á, þannig að það er bara mjög skemmtilegt námsefni. En þetta er krefjandi líka og þetta er annað árið mjög verklegt. Þannig að það er eiginlega bara verknám á öðru árinu og mikið bóklegt á fyrsta árinu. Hjúkrunarfræðinámið er 4 ár háskólanám. Og eiginlega það besta við námið var hvað var mikið verknám. Fengum að fara á spítalann bara strax fyrsta árið og svo þegar maður er búinn með námið þá var maður eiginlega strax byrjað að vinna og þekkir eiginlega alla og kann alveg á deildina. Þannig að það var mjög þægilegt. Námið í sjúkraþjálfun er 5 ára krefjandi nám sem að bæði mjög mikið bóklegt og verklegt og felst í lærdómi ýmsa sjúkdóma, hvernig má lækna þá og allt þar fram eftir götunum. Það er veitingastofa Hringsins, algjörlega klárt mál. Góður vinnustaður, þægilegt fólk. Starfsandinn. Kaffi. Starfsfólkið. Skemmtilegt starffólk og skemmtileg verkefni og bara lifandi vinnustaður. Mikil þverfagleg teymisvinna og maður kynnist mörgum starfsstéttum og lærir af öðrum. Samstarfsfólki. Félagskapurinn eða mötunendi ég var að hrósa mötunendinni, ég hef alltaf verið hrifinn af því þó að fólk talaði niður þá finnst mér það bara ekki vera rétt. Hvað er mikið af frábæru starfsfólki? Stolt af því að vinna á spítalanum. Mér finnst ég verið að gera gagn. It's a nice and friendly working environment. Mér finnst gaman að vinna með börn, það er eiginlega það. Og ég vinn hérna í Kópavogi á Barnaspítalanum. Mér finnst besta við Landspítalann það er að fá nemenn inn og kenna þeim og fá þekkinguna áfram. Því hérna læra þau og svo fara þau út á land og þurfa að standa sig þar.
Það sem er best við Landspítalann er í rauninu hvað allt er rosalega faglegt hérna. Þú veist, þó maður náttúrulega er hérna allt námið og svo útskrifast maður og maður náttúrulega er áfram að læra svo lengi sem verður að starfa við þetta og maður fær mörg tilfelli og fær að sjá alls konar. Það sem er best við að vinna á Landspítala er sveigjanleikinn í vinnutíma finnst mér. Þetta getur verið mjög fjölskylduvænn vinnustaður. Ég hef 2 lítil börn heima og vil geta eitt sem mestu tíma með þeim. Þannig að vaktafyrirkomulagið, maður getur svolítið ráðið sínum vöktum þannig að ég get fengið eins mikinn tíma og ég vil með mínum krökkum og svo náttúrulega skemmtilegast að vinna hérna á Slís og þetta er alveg svo æðislegur hópur sem maður vinnur með. Fjölbreytt starfsumhverfi og alltaf eitthvað nýtt og spennandi að gerast hverjum degi. Maður hittir margt fólk, það er svo góða starfsandi hérna og já, bara fjölbreytni númer 1 og 3, starfsreynsla. Ótrúlegt sem maður lærir á hverjum einasta degi. Það er fjölbreytt, maður getur farað á marga deildar og maður getur valið sér einhver deild sem manni finnst henta sjálfum sér. Það besta við að starfa á Landspítalanum er bara hversu starfið er fjölbreytt og hvað maður getur unnið við, sérstaklega sem geislafræðingur, getur maður unnið við alls konar rannsóknir. Það er ekki bara þessar venjulegu rannsóknir, heldur getur við líka að fara í geislameðferðir og eins og nýja PET-skannan sem við vorum að fá, sem er svona krabbameinsmeðferð og bara starfsfólkið. Það er engin dagur eins, maður er alltaf að kynnast nýju fólki og fjölbreytt og skemmtilegt starf. Náin kynni við ótrúlegan hafsjó af þekkingu annarra starfsmanna. Hér er gott starfsumhverfi og fullt af góðum námstækifærum. Einnig það sem ég er að vinna er teymisvinna sem er mjög áhugaverð. Þú vinnur með rosalega góðu fólki. Það er allir búin að koma með rosalega þekkingu heim alls staðar frá heiminum og bæði við sem lærum í Ungverjalandi og krakkarnir heima, við erum að koma með ýmsar svona upplifanir sem bara geta bætt þekkingu og allir sérfræðingarnir sem læra úti koma með rosa góða þekkingu heim og það er allir rosa vinnusamir og duglegir og það er bara rosa svona, mér finnst almennt mjög góður svona starfsandi hérna, sérstaklega á Barnaspítalanum, mjög gott að vera hér. Það er ótrúlega mikil svona von alltaf í fólki og fólk er alltaf svona, það eru flestir mjög glaðir inn á deildum með starfsfólkið og þau eru alltaf svo þakklátt og já, mér finnst það alltaf svona skemmtilegast að sjá.